Og þú segir við yngsta barni, þú mátti miður ekki borða með okkur í dag. Þú verður að borða út á svölum. Kannski svona umdeildasta atvik þessa leiks þegar að Arnar Freyr fer út í Tryggvarhafn. Sástu þetta á hliðarlínunni? Já, þú veist, hann tekur bara boltann. Fyrir mér tók hann bara boltan. Ég reyndar, þú veist, væri til í að sjá, voruð ekki með rangstöðu kameru líka? Ég væri til í að sjá, var hann ekki Kol Rangstöðu? Það er aftur góð spurning. Ég var alveg nánast eftir henni. ég var í ómörkur í máli í lýsingunni og þessi endursýning, hún staðfestir enn og aftur. Þetta er rautt spjald, hann kemur á blindu hliðina, þetta er glafralegt, vissulega nær eitthvað til boltans, tekur manni niður. Hann tekur bara boltan, þetta. Tryggvi verður að, þú verður að geta stend. Átti Tryggvi að hverfa ofan í jörðina? Nei, ef Hafstein kemur á ferðin og skallar hann og tekur sóknarmann með sér, það er ekki aukaspyrna. En hvað þetta er ekki varnarmaður, markmaðurinn, hvað er hann að þvælast þarna? Býtu, markmaðurinn hlutar liðið. Jú. Það ætlar að segja við hann, þú mátt ekki gera þetta, þú mátt ekki gera þetta. Óskar, hann tekur bolt á mann. Ef þú ert þrjú börn og þú segir við yngsta barni, þú mátti miður ekki borða með okkur í dag. Þú verður að borða út á svölum. Auðvitað er markmaðurinn bara hlutar liðið. Þannig að ég segi, ekki rautt, auðvitað er ég ekki með hlutlaus gleraugu. Ég er með KG-gleraugun á mér alla daga. Ef við erum í HM stúdíónu, Belgía, Holland, hvað myndir þú segja? Belgíski markmaðurinn... Vel hreinsað. En ég meina, Vel lesið.